Þá komið í málalið 5, áhrif óveðurs 2022, málshefjandi bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Hversu vel? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sunnudaginn 25. september síðastliðinn var flóð á Eyrinni vegna veðurs. Sjávarstaða var há og áhlaðandi tölverður. Sjór gekk á land við Brimgarða austan við Strýtu. Einnig fór rafmagn á tíma. Starfsmenn fráveitu fengu boð vöktunarkerfi frá fráveitunnar klukkan 10 á sunnudagsmorgun. Hádegi sendi lögreglan síðan frá sér eftirfarandi tilkynningu með leyfi forseta. Góðan dag, eins og ekki hefur farið fram hjá neinum veðrið hér á Akureyri slæmt, mikill vindur og úrkoma með því. Sjór gengur yfir götu bæjarins á Eyrinni, sérstaklega við Norðurgötu, Gránafjallsgötu og Eiðsvallagötu. Lögreglan Norðurlandi eystra biðla því til vegfarenda að aka ekki þessar götur að þessu stöddu þar sem vatn hefur tekið að flæða inn í hús. Ég heyrði reynda síðan að það voru nú ekki allir sem fóru eftir því að var eitthvað að fólki að þvælast. En starfsmenn Norðurorku hófu strax handa við að tryggja að alla dælu fráveitukerfisins héldust inni og að fráveitukerfi væri í fullri virkni. En í tilkynningu frá Norðurorku kom fram að ekkert fráveitukerfi væri hannað til þess að taka við slíku vatnsmagni. Eins brugðust bæjarstarfsmenn við og slökkvilið og verktaka kallaði til. Ég var sjálf á leiðinni heim akandi og fylgdist bara með fréttum í útvarpinu og svo myndum með símanum að það var einhverju leyti óhugnalegt að fylgjast með svona veðurofsa og það alls svakalegar þessar myndir sem birtust á fréttamiðlum. En svona atburði vekja upp spurningar hversu vel við erum undirbúin fyrir slíkt veður. Og getum við átt von á að svona komi upp oftar vegna loftslagsbreytinga og hvaða hluti þurfum við að fara yfir? Hvernig viðbragðsáætlunin hjá okkur? Að hverju þarf að huga? Það þekkt að hækkun sjávarborðs helsta ógnun vegna loftslagsbreytinga. Sérstaklega þegar krappalægðir og hásjávarstaða fara saman. Ýmsar ráðstafanir hægt að gera og þá bara spurningum hvort að við höfum gert það sem þarf. Stór óvissuþáttur í hækkun sjávar bráðnun jökla og hve mikið sjórinn hlýnar. Bráðnun jökla og ískvela eykur rúmmál hafsins en breytingar á eðlismassa sjávar skipta sköpum. Þegar sjór hlýnar þenst hann út og eykst því rúmmál hans enn frekar. Þá eru ótalin staðbundin áhrif, það þeir þættir sem eru ólíki frá einu stað til annars. Hérlendis munu áhrif landsigs og landris ráða miklum stöðu sjávarborðs. Gera má ráð fyrir að hækkun sjávar verði mest landið suðvestanvert vegna landsigs, það á Reykjanesskaga og höfuðborgarsvæðinu, en ég hef heyrt í fleygt að hættan sé tiltölulega lítið hér á okkar svæði. En hef ekkert þannig örugt fyrir mér í því, en það sem gerist að þegar jöklarnir bráðna, að þá lyftist landið og þar að leiðandi verður stundum landsris og svo landsig, svona til útskýringar. Þegar á háflóðu stóð fylltist kerfið af vatni, þennan umrædda dag, og gat að sögn Norður ekki tekið við meiru. Rétt fyrir klukkan 1 fór síðan rafmagnið á Akureyri og reynda víðar. Leið og ljóst þótt að kerfi réði við meira vatnsmagn var farið að opna brunna á götum í þeim tilgangi að ræsa götur. Þá hafði líka verið farið að rjúfa götu. Það semst allt reynt en það kom ekki veg fyrir að vatn færi inn í byggingar á svæðinu og tjóni sem að því hlaust var þó nokkurt. Eigendur og starfsfólk fyrirtækjanna á svæðinu brugðust líka hratt við og gerðu það sem hægt var til þess að verja eignir fyrir skemmdum. Síðustu daga hafa síðan tryggingafélög verið að meta umfang tjónsins. Þá veit ég að starfsfólk bæjarins hefur ásamt starfsfólki Norðurorku, slökkviliðs, Vegagerð og fleirum verið að funda og fara yfir málin og við höfum von á að fá samantekt atburðina hvað á hverju. En það að mörg að huga í framhaldinu, uppbyggingu varnargarða, hvernig við leggjum götur og síðan þá náttúrulega huga þessari hættu þegar kemur að skipulagi og uppbyggingu. Framundan að skoða hvort að breyta þarf aðalskipulagi bæjarins og þetta þá eitt af því sem þarf að hafa í huga. Auðvitað hefur ýmislegt verið gert á síðustu árum en endurmat og umræða mun nú fara fram inn í ráðunum í framhald af þessu óveðri. Byggja þarf á nýjustu gögnum og mati á ógnunum við svæðið því þau hafa verið að breytast en það virðist sem svo að við séum að sjá fram á hraðari loftslagsbreytingar en áður var gert ráð fyrir. Huga þarf að verkefninu framundan og skoða yfir hvaða gögnum við búum og hverra þarf að afla.
kortleggja hvernig við getum sem best aðlagast breyttum veruleika og til hvaða aðgerða þarf að grípa. Ég er náttúrulega engin sérfræðingur en mér skilst að margt bendi til þess að okkar svæði hækkun sjávar sé ekki svo mikið eða ekki sé hægt með aðgerðum að koma í veg fyrir að flóð eins og við sáum fyrir viku nái að valda usla. En það verður allt metið á næstu vikum og mánum og vonandi náum við að bregðast við sem fyrst. Ég ætla að leggja að lokum fram eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn, felur skipulagsráði og umhverfis- og mannvirkjaráði að leggja fram tillögu með hvaða hætti best sé að kortleggja helstu áhættu þætti vegna loftslagsbreytinga og leiði til aðlögunar. Hort verði sérstaklega til hækkunar yfirborðs sjávar, úrkoma flóða, ofsaveðurs og fárviðris, lífríkis og gróðurfars. Bæjarstjórn leggur jafnframt áherslu á að framkvæmdum við land- og sjónvarnir við Akureyri verði flýtt eins og kostur og að unnin verði sérstök viðbragðsáætlun vegna mögulegra flóða. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að fylgja málunum eftir. Bæjarfulltrúi Höllu Björk Reynisdóttir fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúi Höllu Björk fyrir þessa yfirferð og teka sjálfsögðu undir hennar tillögur. Við skulum líka hafa það í huga að sennilegast vorum við heppin þrátt fyrir allt. Ef það hefði ringt þá eins og gerir nú og hefur gert síðustu klukkustundir, þá hefði tjónið eflaust orðið mun meira. Og við skulum líka hafa það í huga að ekkert okkar veit í dag hvort sambærilegar aðstæður skapast aftur í náinni framtíð eða hvort við fáum frið fyrir þessum tilteknu öflum næstu ár og áratugi, sem finnst nú reyndar ósennilegra. Síðastliðinn föstudag þá heimsóttum við bæjarfulltrúi Sunnahlíð, sum þeirra fyrirtækja sem urðu kannski verst úti. Þetta voru þreyttir eigendur og starfsmenn sem tóku á móti okkur. Þau voru þreytt en höfðu aldeilis ekki látið deigan síga, heldur brettu bermar og gengið í verkin. Og það var gaman að sjá þessa seglu, þrátt fyrir auðvitað leiðinlegar aðstæður. Keep calm and carry on, eins og Bretinn segir, og það mátti alveg ímynda sér að þessi orð væru greift á hvert götuhorn á eyrinni þessa daga. En við urðum hins vegar óneitanlega vör við það að mörgum spurningum var ósvarað þá meðal þeirra sem urðu fyrir tjóni og að sjálfsögðu heyrðu við gagnrýnisraddir líka varðandi viðbrögð bæjarins og annara aðila sem bera ábyrgð á fráveitum og flóðvörnum. Og ég held að það sé eðlilegt. Og það er mikilvægt að svara þessum spurningum og sjá fyrir viðbrögð við atburðum sem þessum. Kannski ekki síst svo að íbúar missi ekki trú á uppbyggingu á þeim svæðum sem liggja lágt hér í bænum. En annað var það nú ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gunnarsson fyrir, bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttir fyrir að vekja máls á þessu. Ég held að þetta hafi slegið okkur öll ansi mikið, hvernig þetta varð allt saman og kannski kom okkur þetta einhverju leiti á óvart. Allavega skal ég alveg tala fyrir mig, en enga síður þá höfum við verið að upplifa, eða fyrirtæki á þessu svæði verið að upplifa vatnstjón árið 2012, 2015. Þó það væri ólíkt því sem við værum að sjá þarna núna. Og eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom réttilega inn á, þá veit maður eiginlega ekki neitt hvað getur gerst og hvort þetta sé eitthvað komið til að vera og svo framvegis. En það sem að mér finnst og kannski segir okkur mest að því að í aðalskipulagi Akureyrarbæjar til dæmis, þá eru ekki afmörkuð nein varúðarsvæði innan marka sveitarfélagsins. Og undir kaflanum þar sem fjallað náttúruvá þá kemur fram að helst sé horft til ofanflóða á afmörkuðu svæðum í sveitarfélaginu. En það stendur líka þar að ekki sé talin hætta á sjávarflóðum á Akureyri enda séu mannvirki meðfram sjónum gerði í þeirri hæð að þau geti varið land innan þeirra. Við getum nú mögulega þurft að endurskoða þetta eftir atburði helgarinnar. Og einmitt eins og bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir nefndi, við þurfum einhvern veginn að ná að kortleggja og skilja og greina og nýta bestu gögn sem að hægt til þess að reyna að spá fyrir framtíðina, þar að segja út frá líkum.
Ef að við værum að tala eitthvað sem að gerist á 100 ára fresti þá kannski þurfum við að bregðast við með öðrum hætti heldur en eitthvað sem líkur eru taldar á að verða á 10 ára fresti eða 5 ára fresti eða jafnvel ársfresti. Og því ég mjög kátt með að við höfum náð saman þessa bókun hér í bæjarstjórn í dag að það til þessi horft sérstaklega enda þegar við vorum á síðasta fundi bæjarstjórnar Akureyrar á síðasta kjörtímabili og síðasta fundi og samþykkt við umhverfis- og loftslagsstefnu þar sem ég lagði einmitt til og það var samþykkt að við myndum horfa sérstaklega til aðlögunar að loftslagsbreytingum og það felur einmitt þetta í sér að greina líklega hættu, mjög líklega, frekar líklega eða ólíklega og hvað við ætlum að gera í henni og horfa þá til aðlögunar, til dæmis í tengslu við gráarlausnir eða blágrænar lausnir eða blandar leiðir og kortleggja hvernig við ætlum að gera þetta og einmitt eins og nefndum varðandi skipulagið, þurfum við eitthvað að fara að horfa til þess að það séu sérstakar byggingareglur á lágsvæðum eða þurfum við að horfa til þess að svo náttúrulega þetta fráveitukerfi, þurfum við að breyta því eða þetta bara eitthvað sem að verður bara að vera svona síðan þetta líka svo margir aðilar sem að koma að svona málum. Þetta er ekki bara Akureyrarbær, þetta tengist höfninni, þetta tengist Norðurorku, þetta tengist lögreglunni, þetta tengist almannavörnum, þetta tengist vegagerðinni, þetta tengist slökkviliðinu og þar skiptir auðvitað miklu máli eins og fram hefur komið að fara yfir hvernig tókst okkur til og hvernig getum við gert betur. Og kannski líka einmitt í þessu samhengi að hvernig allir og þar með talið bara almenningur upplýstur hver rauði takkinn. Ef allt í vesinni, hvert á ég að hringja? Og svona yfirleitt hringjum við bara í 911 sem að gæti í rauninni verið bara svarið, bara lögreglan eða almannavarnir, en kannski þurfum við að auka upplýsingagjöfina varðandi ákvarðanatöku og annað bara meðal okkur sjálfra og þeirra og íbúa, hreinlega. En ég veit að bæjarstjóri okkar hefur beðið orðið þannig að verður fróðlegt að fá bara hennar innsýn í þetta en óbúslega mikilvægt að við förum yfir hvað gekk vel og hvað gekk illa núna helgina, hvernig getum við gert það betur og svo þessi langtíma hugsun uppbyggingu varnargarða og fyrirbyggjandi aðgerðir þá út frá einhverjum gögnum af því það auðvitað heldur ekki hægt að fara að reisa bara 100 metra háa veggi í kringum Akureyri af því að það gæti einhver tíman, á 1000 ára fresti eitthvað gerst en svona þetta sem við gætum mögulega átt vona og ég heyri því nú fleygt að bara strax næstu helgi gætu verið þannig spá að þessar aðstæður gætu skapast aftur en gætu líka ekki skapast aftur þannig að það í rauninni erfitt að sjá það bara hvort það verði næstu helgi eða eftir 10 ár. En eins og ég segi, ég mjög ánægð með þessa bókun sem við náðum sameiginlega að klambra saman fyrir fundin og trúi því og treysti að við vinnum vel í þessum málum og sérstaklega af því að það náttúrulega liggur fyrir okkur að klára aðgerðaáætlun umhverfis- og loftslagsstefnunnar, væntanlega fyrir fjárhagsáætlun þannig að sé hægt að gera ráð fyrir kostnaði sem að því fylgi þá meðal annars tengt þessum verkefnum en þessu utan þá eru þetta samstarfi ríki og mögulegi styrkir sem hægt að sækja til skipulagsstofnunar eða horfa til vegagerðarna og kostnaðarþátttöku. Þetta þarf ekki alltaf að vera á vegum bæjarins. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Hildi Gislu fyrir. Til máls tekur bæjarstjóri Áslaugur Sturludóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hér upp fyrir þeirra yfirferð. Mér langaði kannski bara rétt aðeins svona til þess að fara yfir viðbröðin okkar hér innan hús sem hafa í kjölfarið á þessum atburði. Við höfum verið í sambandi við vegagerðina út af þessum aðstæðum sem sköpuðust þarna á sunnudaginn en vegagerðin fer með öll verkefni sem snúa að land- og sjóvörnum og hafnagerð og við erum svo heppin að forstöðumaður siglingasviðsins staðsettur hér á Akureyri þannig að hann fylgdist með þessum atburði en bara þannig að það komi fram að háflóð átti að vera 10:50 eða var 10:53 á sunnudagsmorguninn og þá
samkvæmt flóðtöflu venjulega pluss 1,4 í flóðahæðin 1,4. Samkvæmt mælingum sem var bara korteri fyrir háflóð þá hún 2 metrar, pluss 2 metrar. Þannig að þá svokallaður áhlaðandi 60 centimetrar. Og þar við með akkurat á þessum tímapunkti aðstæður sem voru sérstakar. Það var stíf norðanátt, mikil vindalda og þung undiralda og þá mikil áhlaðandi. Það sem gerist það að sjór gengur yfir bryggjuna hjá útgerðarfélagi Akureyrar og á Tangabryggju og samkvæmt siglingasviði Vegagerðarinnar þá var að ræða vindöldu sem gekk þarna á land og náttúrulega háflóð en samt ekki stórstraumsflóð og þannig að þetta voru mjög sérstakar aðstæður sem voru þarna á sunnudaginn. Það fór að leka inn samkvæmt upplýsingum mínum frá húseigendum sem ég hitti á mánudagsmorguninn í kringum 11:30 leytið og ég kom þannig sjálf bara 12 og þá var alltaf á floti niður á Oddeyri og náði svona upp fyrir gömlu Gránafélagshúsin. En í kjölfarið þá áttu við fund á mánudagsmorgunum með neðurstjórn Norðurorku þar sem við fórum yfir þessa atburði og hvað var gert. Ég átti samtal líka við Náttúruhamfaratryggingar Íslands sem vegna þess tjón sem þarna var, þeir sem með bruna húseigendatryggingu tryggðir fyrir svona tjóni sem þarna verði, þetta flóð, það sem sagt sjór sem gengur á land, þannig að það sjávarflóð sem og þá það Náttúruhamfaratryggingar sem tryggja þær skemmdir sem urðu. Nú, ég átti samráð með hafnarstjóra og þar sem við fórum yfir samskipti okkar við Vegagerðarinnar vegna mat á land- og sjóvörnum og við bara byrjuð í þeirri vinnu og Vegagerðin að vinna minnisblað varðandi þennan atburð og til hvaða aðgerða hægt að grípa og við gerum ráð fyrir því að fá það minnisblað allavega samkvæmt upplýsingum mínu frá Vegagerðinni í dag, myndi ég segja eftir svona viku til 10 daga. Nú, ég átti síðan fund með Norðurorku og starfsmönnum umhverfismiðstöðvar sem voru okkar menn á vettvangi og hafnarstjóra, þar sem við fórum yfir þennan atburð og verkferlana og höfum ákveða að vinna að skerpingu á verkaskiptingu og verkferlunum. Þannig að sú vinna hafin. Og svo síðast á föstudaginn þá boðaði forsætisráðuneytið til fundar með almannavörnum og náttúruhamfaratryggingu, Fjarðabyggð, Múlaþingi og Akureyrarbæ. En í þessum 3 sveitarfélögum urðu mestu skemmdirnar þegar á sunnudaginn. Þannig að það var óskað eftir því að við færum yfir það hvaða svona í grófum dráttum hvað hefði gerst og hvað þyrfti svona að gera í fyrstu umferð og það samtal mun síðan bara halda áfram en það alveg ljóst í okkar huga að það þarf að huga að land- og sjóvörnum og svo náttúrulega lagnir á Eyrinni orðnar gamlar og sumstaðar ekki tvöfalt fráveitukerfi þess að bæði fyrir regnvatn og svo fyrir skólpið. Þannig að þetta hlutir sem allt komið á tíma og þarf að fara að huga að. Eyrin náttúrulega lág og miðað við hækkandi sjávarstöðu þá geta þessi viðbrigðir komið upp og við eins og komið hefur fram, við vitum aldrei hvernig veðrið verður á morgun. En svona stór atburður samkvæmt mínum upplýsingum frá Vegagerðinni með svona 20-30 ára endurkomutíma. Það getur hins vegar verið að breytast í þessari breyttu heimsmynd sem við erum að takast á við.
og við vitum aldrei hvað verður næst en þetta í mínum huga stór atburður sem við þurfum að vinna að því að koma í veg fyrir að geti orðið með bættum land og sjóvörnum. Þannig að þetta kannski bara svona það samtal sem við höfum átt síðsliðna daga og þetta mun bara halda áfram. Við munum vinna í þessu og reyna að sækja fast að fá fjármagn í þetta. Bara þannig að það komi fram, þá greiðir ríkið 7/8 af kostnaði við land og sjóvarnir. Og þannig að það eiginlega svona ríkis styrktar framkvæmdir nánast að fullu. Þetta svona svipað og með ofanflóðaframkvæmdir, það sem sveitarfélögin borga 10% og þá þetta svipað. Þannig að þetta ætti ekki að kalla á meiri háttar fjárútlát hjá okkur. Ég held að ég láti þetta duga. Einhvern bæjarstjóra Ásthildur Sturludóttur fyrir, orðið laust. Nei. Þá förum við í næsta mál. Vera í bókunum. Hvað er lesið bókunum áttur? Nei, bara, Já. Þess að geta samþykkt. Þessi einhvern veginn samþykkt bókunina, reyður bönd. Það 10 Það vera allir. augnablik, 11 hendur.